Íslandi heyrum við þetta aftur og aftur. Að leiga er bara að henda peningunum við gluggann og þú sér þetta aldrei aftur. En ef svo eru þá ekki vextir það líka? Og hvað með fasteignagjöldin og viðhaldi á fasteigninni? Þetta ekki allt peningur út gluggann? Í þessum myndbandi ætli ég fara yfir tölurnar og sýna þér hvernig ástandið í alvörunni. Og það að kaupa fasteign sé ekki endilega sá fullkomni valkostur sem okkur hefur alltaf verið sagt um. Það sem skiptir máli í þessu reikningsdæmi óendurkræfur kostnaður fyrir það að leigja og kaupa. Þegar þú leigir þá þetta frekar einfalt. Leigan sem þú borgar óendurkræfur kostnaðurinn. Þannig að leigan 300.000 þá það óendurkræfur kostnaðurinn við það að leigja. Þú farið þennan pening aldrei tilbaka. Þegar þú kaupir þá þetta flóknara. Það ekki nóg að horfa bara á afborganirnar til að finna hver óendurkræfur kostnaðurinn Óendurkræfur kostnaðurinn eru fasteignaskattar, viðhald á fasteigninni og mikilvægast af öllu fjármagnskostnaðurinn. Byggt á núverandi og sögulegu forsendum þá 7,5 einföld og hagkvæm regla til að hafa í hausnum á sér þegar maður íhuga að kaupa eða leiga fasteign. Hvernig fæ ég þessu tölu? Byrjum á fasteignaskattinum. Hann 0,18% af virði fasteignarinnar og eitthvað svo þarf að greiða hverju einasta ári, hvort sem það íbúð eða hús. Þegar kemur að viðhaldinu þá ætla ég að miða við þjóðumbötureglunum 1% sem stendur fyrir það að ef fasteign sem dæmi virði 150 milljónir að þá tekur það að meðaltali ykkur 1,5 milljónir á hverju ári til að viðhalda þessari fasteign og undir það fellur allt viðhald. Það bæði það að skipta þak eða að skipta pípulagningir, fá pípara í eitt eða eitt verk hér og þar, eitthvað með rafvirki, það bara viðhald sem þarf að hafa á fasteigninni að meðaltali 1% af virði fasteignar fyrir hvert og eitt ár. Nú förum við í stóra partinn sem fjármagnskostnaðurinn, sem skipt í 2 liði. Það lánið og eigið féð. Hér á Íslandi fyrir fyrstu kaupendur þá höfum við þau kjör að við getum fengið 90% lán á móti 10% eigið féð. Og ég ætla að miða við það til að einfalda útreikningin og svo að það sé auðvelt að halda utan þetta. Þannig að sjálfsögðu aðstæður eru öðruvísi fyrir hvern og einn, sem dæmi ef þetta ekki fyrstu kaup og þá það bara að miða við það ef svo En ég ætla áætla að þetta séu fyrstu kaup. Byrjum á láninu. Fyrsta og mikilvægasta skrefið að komast að því hverjir vextir eru. Það aldrei erfitt að spá fyrir því hverjir vextir verði í framtíðinni en það einfaldara að gera það varðandi verðtryggðu lánin. Þannig ég ætla bara að áætla við sem að taka verðtryggt lán en sama regla gæti gilt líka óverðtryggt lán. Þegar kemur að verðtryggðum lánum þá eru skipt í 2 parta sem eru vextinir sem eru lagðir ofan á verðbólgu og síðan verðbólgu. Ef við skoðum bankana í Íslandi þá eru þeir að bjóða upp á verðtryggða vexti upp á 4,25 til 4,8 byggt á mismunandi forsendum. En ég ætla bara að miða við þetta séu 4,5% vextir því að það bara einfaldari fyrir útreikningin. Þannig við erum búin að setja það til hliðar. Nú kemur að verðbólgunni. Ef við horfum til Seðlabankans og 10 ára framtíðarspá þeirra, þá eru þeir að miða við að verðbólga muni verið í kringum 3% til langs tíma, til 10 ára. Við plúsum bara þessar 2 tölur saman og fáum þannig 7,5. Og ég ætla að miða við þessa vexti í mínum útreikningum. Sjálfsögðu geta forsendur verið öðruvísi og breyst og þá þarf bara að bæta jöfnuna fyrir það, en þetta það sem ég ætla að byggja. Og jafnvel þótt að væri að taka óverðtryggða vexti, þá haldast verðtryggðir og óverðtryggðir vextir hér á Íslandi frekar mikið í hendur. Þannig að þeir halda áfram að vera nálægt hver öðrum en þeir bara takið tillit til þess ef þeir eru að taka óverðtryggða verðtryggða og breyta bara jöfnunni til að passa hverju og einu skipti. Nú þurfum við að skoða eigið féð og þá þurfum við að sjá hver fórnarkostnaðurinn við það að hafa eigið féð í fasteignum frekar en einhverju öðru. Ég ætla að áætla að peningurinn væri lagður í S&P 500 í Bandaríkjunum. Þetta hlutabréfasjóður í Bandaríkjunum sem heldur utan topp 500 fyrirtæki þar. Og meðal ávöxtunin frá 1981 til 2025 hefur verið í kringum 8,5% og þetta raunávöxtun upp á 8,5%. Eftir skatt þá þetta í kringum 6%. Nú þurfum við að skoða hver ávöxtunin af því að hafa peninginn á fasteignamarkaði. Þá raunávöxtunin í kringum 2,8%. Og eftir skatt það sama. Því að fjárfestingarskattur ekki lagður á fasteignir svo lengi svo þau uppfyllir ákveðin skilyrði
og ég ætla bara að áætla að þú uppfyllir þau. Þú ert búin að hafa það í nógu langan tíma, þannig að það er engin fjárfestingarskattur lagður á þá. Mismunurinn þar á milli er þar af leiðandi 3,8%. Og það er þá fórnarkostnaðurinn við það að leggja peninginn í eigið fé í fasteign frekar en það að hafa það einhvers staðar annars staðar. Áður en ég fer í lokaútreikninginn þá þarf ég fyrst að áætla hversu lengi við ætlum að eiga þessa fasteign, því það breytir jöfnunni mikið. Ég ætla bara að miða við að við munum eiga þessa fasteign í 13 ár. Þetta er byggt á tölum frá HMS sem segir að meðal eignatími fasteigna hér á Íslandi er í kringum 12 til 13 ár. Ég ætla bara að áætla þessu 13 ár til einföldunar. Þá fæ ég fjármagnskostnaðinn svona. Til að byrja með 90% lán, það er að kosta 7,5%, 10% eigið fé sem er að kosta 3,8%. Í heild yfir þessi 13 ár, ef við deilum því niður, þá er þetta 6,59% sem er fjármagnskostnaðurinn við það að velja fasteign fremur en að leigja. Nú skulum við taka töluna saman. Fasteignaskattur er 0,18%, viðhaldið er 1% og fjármagnskostnaður er 6,59%. Í heild gerir þetta 7,77%, en til varfærni og til einföldunar ætla ég að kalla þetta 7,5%. En hvað þýðir þessi 7,5%? Tökum smá dæmi til að fá skilning á því. Segjum að sért að horfa á íbúð sem kostar 60 milljónir. Það svo gerir, ef þú tekur 60 milljónir, margfaldar það með 7,5 og deilir með 12. Þá farið 375.000. Það er kostnaðurinn sem verður fyrir á hverjum mánuði við það að eiga þessa fasteign. Þannig ef þú ert með aðra íbúð sem er mjög svipuð en er bara að kosta þig 310, jafnvel 360.000, þá væri betra að velja það að leigja fremur en það að kaupa út frá fjárhagslegum forsendum. Því að 360.000 krónur í leigu kostar þig 360.000 og meðan það að kaupa 60 milljón krónur íbúð kostar þig 375.000. Þannig niðurstaðan er ekki að það að kaupa sig alltaf betra, hún er heldur ekki að leigja sig alltaf betra, hún er að maður þarf að reikna óendurkræfa kostnaðinn og maður má ekki falla í þá þægilega gildru að endurtaka bara það sem annað fólk segir og hugsa bara kaupa er alltaf besta og við viljum alltaf gera það. Er bara ekki svo einfalt. Þannig góða reglan til að hafa bakvið eyrað er þegar þú ert að horfa á fasteign bara bakvið þér. Þetta er ekki loka reglan. Þarft ennþá að reikna allt dæmið en þú hefur þetta bakvið eyrað. Er það að þú tekur virði fasteignarinnar, margfaldar með 7,5, deilir heildinni með 12. Þannig að þú ert að fara að kaupa einhverja fasteign og óendurkræfa kostnaðurinn við þau kaup eru 400.000 og þessi er sambærileg íbúð sem er á leigu aðeins 350, heyrðu, þá getur maður verið betra að leiga. En segjum að leigan væri 450, þá er alveg fínn kostur að íhuga, kannski vil ég kaupa þessa fasteign. Þá erum við bara að hugsa út frá fjárhagslegum forsendum. En þetta er mjög persónubundin ákvörðun og það eru líka tilfinningar sem skipta máli. Það er ekki bara peningar. Og þú þarft að meta þetta fyrir þig og hvað þú vilt ná. Eða hvað þið viljið ná ef þið eruð að kaupa saman. Hafa þetta samtal, reikna dæmið. Ok, kannski ertu að tapa því að kaupa en viltu það? Viltu eiga fasteign? Er það mikilvægt fyrir þig? Þá er það allt í lagi. Eða er þér alveg saman hvort þú kaupir eða leigir? Og það er í þessu dæmi kannski betra að leigja, þá gæti það bara verið fínn kostur. Þá er þetta myndband komið hjá mér í dag. Ef þú vilt fá fleiri svona myndbönd íslenskan fjármála og húsnæðismarkað, þá skal þetta endilega láta mig vita í kommentkerfinu hér fyrir neðan eða bara með því að læka. Og ef það er eitthvað ákveðið umræðuefni sem þú vilt að ég taki, skal þetta líka endilega skrifa það. Og láta mig líka vita ef þið viljið að ég taki dæmi alveg frá A til Ö og hvernig maður eigi að reikna þetta og ég get tekið raunverulegt dæmi þannig að þið getið fengið aðeins betri skilning. Og bara já, endilega láta mig vita og hafi bara góðan dag og vonandi sé ég ykkur aftur.